Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Íslandsmet var slegið í morgun þegar Guðmundur Jónsson bifreiðarstjóri fékk tíma hjá heimilislækni sínum í Efstaleiti. Guðmundur, sem hafði pantað tíman árið 2021 þegar hann var með flensueinkenni, reyndar látinn úr elli, en var í millitíðinni búinn að reyna að lækna sig sjálfur með kristöllum og örvæntingu og að endurfæðast sem hrafn. Lögreglan á Suðurnesjum gerði í morgun upptækt hálft kíló af ferskri gúrku úr bossanum á ferðamanni sem reyndi að smygla henni inn í landið til að fjármagna lúxusíbúð í Skuggahverfinu. Samkvæmt nýjustu mælingum grammið af spænsku brokkólíi nú komið upp fyrir hvítt perúvíst gleðiduft í verði sem hefur leitt til þess að eiturlyfjasala landsins eru farnir að skipta út dufti fyrir fínt rifnar gulrætur til að ná svipuðum hagnaði. Nýtt æði að skjóta rótum hjá karlmönnum í Garðabæ. Þeir eru hættir að borða venjulegan mat og eru farnir að sjúga raka úr hráu hakki í gegnum gamla ullasokka til að hámarka íslensku orkuna sína. Talsmaður hópsins segir að það að tyggja sé merki veikleika og vinstri vókisma. Telur hann að allir alvöru Íslendingar eigi bara að keyra sig áfram á reiði og harðfiskslíkt, en hann hvetur einnig fólk til að kaupa áskrifta hlaðvarpi sínu þar sem hann útskýrir hvers vegna það sé tæknilega séð frelsissvipting að þurfa að nota stefnuljós. Og þá að veðri, en Veðurstofan hefur gefið út brúna viðvörun. Það þýðir að hvorki verður rigning né snjór, heldur mun himinninn einfaldlega varpa niður gömlum skuldbindingum og sektarkennd yfir því að hafa ekki flokkað ruslið 100% rétt helgina. Vindurinn verður nægur til að fletta ofan af öllum lyfonum, svo við mælum með að fólk haldi sig inni. Þetta voru Fokkfréttir. Munið að allir draumar betra líf eru tekjuskattskyldir og skulu færðir í reit 2,1 í skattframtalinu.